Komið sæl, velkomin í 7. þátt af vlogi Toppþjálfunar. Við sitjum núna í nýju stúdíói. Sem sagt, við erum í podcast-stúdíóinu. Ég og Villi erum með þáttinn Betri þjálfun sem getið hlustað á öllu betri hlaðvarpsmiðlum. Og við ætlum einmitt að kíkja bak við tjöldin, hvað var í gangi í þætti 6 minnum við, þar sem við tókum sprengikastþjálfun fyrir. Einnig í þættinum í dag ætlum við að fylgjast með greiningu sem ég átti á bardagakappanum Bjarka Pétursinni. Mæta bak við tjöldin og sjá hvað var í gangi á þjálfaranámskeiðinu hjá mig 24. mars. Svo þetta tökum við eina æfingu þar sem við erum með 2 ólíka íþróttamenn, annar er handboltamaður að undirbúa sig fyrir úrslitakeppnina, er að koma búið meðslum og hinn er sem sagt knattspyrnumaður sem er að fara inn í Íslandsmótið þar sem Pepsi-deildin byrjar eftir 2 vikur akkurat. Einnig í þættinu í dag verðum við farið yfir fitness tips, framhald á síðasta fitness tips þætti þar sem við fórum í gegnum hvað á að vera í töskunni með á hótelið, en núna ætlum við að fara í það hvað skal vera í töskunni þegar þú mætir í gymmið. Þá bara kerum við þetta í gang, góða skemmtun. Stendur alveg flatt upp í veginn. Wake up feeling blessed up, kissing on that dresser. Ain't afraid to show it, I'll expose it if I dress up. Riding in that Chester, roasted nigga ketchup. Sipping on that Sevra till I messed up like yes sir. So now I'm getting changed, people looking at me strange. Like niggas switching lanes, never change to the same. We fuck bitches get paper, we fuck niggas on papers. We walk around with lasers, we probably own some tasers. Lame niggas disgrace us, they girlfriends want date us. Got tipping hoes, I'm pimping hoes. You can tell by my pay stub. My niggas getting right, smoking weed with dirty Sprite. Wild for the night, being polite. Been a while out for the weekend. Me, myself, and now my 3 friends. Nigga feeling broke it and leafed in. ASAP niggas finna sneak in. Middle finger to the critic. Me and my niggas skrill it. You know we finna kill it. ASAP drill it. You don't really want that Glock, boy. You don't really wanna feel them shots, boy. You a B-boy, I'm a black boy. I'm a D-boy, I'm a hot boy. 6 shots got me feeling like pop, boy. Party all night, shit don't stop, boy. Drunk as fuck and I'm ready to fight. Ballin' for the night, fuck me up on the night, boy. Wild for the night, fuck being polite. It's the weekend and I'm creeping with my niggas. Drunk and disrespectful, calling women bitches. Spenna rætti. Það sá missa aldrei frækið í þetta. Spenna liðina. Það var mjög leið. Já, flott á þeir. Allar aðeins með aftur bak. Varna með Liverpool og hérna kemur gæði sem heitir Antonio Valencia. Kannstu við þetta atriði? Já. Það er kannski ekki meðlega Liverpool með gæði þetta. En þessi hreyfing hérna, við erum þetta með triple extension, er hún að fara að líka öllum sporthreyfingum. Þegar ég var með mælinguna fyrir og eftir uppbyggingja, þá var ég aukningin 10–30% af sem sagt þarna uppslagshæðinni á einstaklingunum. Þannig að það er mjög mikið að má ekki gleyma og ég skal bara segja það að ég böstaði sjálf mig margoft á því að gleyma að styrkja vörpan og fæða alltaf aftur. Ég get bæði nota boltan, nota bjölluna ofan á, þannig að pleysum við hérna, nota boltan undir, svo ítum við niður og inn. Íta niður í alls á gólfinu, svo rótirum við róstamaxinu. Hérna er hraðinn á stönginni. Og við getum verið einstaklega smiðað út frá standi leikmannsins í hvert skipti með að vinna með losni í sólinu. Þannig að núna ætla hann að fara niður og nú hraðinn er mæltur þegar hann sprengir upp og sprengir. Já, 0,7, það var hægur þannig. Ok, fara niður og sprengir upp. Negla. Já, allir er komin í það sem við viljum að hafa.
Segð halló. Við erum góðir. Jæja, góðan daginn gott fólk og verið velkomin í þátt 6 hjá Betri þjálfun. Að mynda sprengikraft, þá þurfum við að hafa í huga að til að framleiða völt þá þurfum við að hafa afl, sem sagt force, og við þurfum að hafa velocity, sem er hraði. Ég segja, þú þarft að hafa grunnstyrkin og þú þarf kannski að vera búinn að æfa í að minnstakosti 1,5–2 ár til að geta farið að snerta sprengikraftsþjálfun. Þetta er kontrastþjálfun og hún miðar að því að þú takir þunga styrktaræfingu að taka sprengikraftsæfingu með sama hreyfimunstri og þá er kannski gott að taka kassahopp, box jumps eða jafnvel bara vertical hopp. Komið sæl og velkomin í þennan bónusþátt af Fitness Tips. Eftir síðasta þátt þar sem ég var að tala um staðalbúnað til að hafa með sér á hótelgymið þá fékk ég fyrirspurnir um það hvað væri staðalbúnaður í æfingatöskunni að þú væri að fara í gymið almennt. Förum í gegnum það, þá myndi ég alltaf hafa einhvers konar bandvefslósarúllu með mér og þú getur haft mismunandi útgáfur af henni, til dæmis hérna er ég með svona sem er með svona göddum sem fer dýpra inn í bandvefinn en svo er sumir kannski sem höndla það ekki að þurfa að hafa mikið rúllur. Það er þessi margar mismunandi rúllur þannig að þið bara finnir þann styrkleika sem hentar ykkur. Og til að mynda, ef þið viljið fá þess til dæmis þessi rúlla á skills þá er þetta bæði rúlla og vatnsbrúsi og það hentar til dæmis mjög vel því þið þurfum sem er alltaf að drekka vatn í ræktinni. Þannig að það er mjög gott að hafa þennan til dæmis í töskunni því að henni er góð bara staðalbúnaður sem vatnsflaska og líka sem rúlla og hún hefur verið sem sagt prófuð að alltaf 140 kg NFL-gæjar þeir geta rúllað sig á þessu án þess að sé eitthvað vesen. Þannig að hún er mjög sterk þessi rúlla líka. Bolti, mjög gott að hafa stærri tíma bolta, til dæmis þegar þú náðu sóa sinn og ákveðið stíf svæði þannig ég er mjög hrifinn á honum. En líka gott að hafa minni bolta til dæmis til að rúlla iljarnar og fara í kringum mjaðmasvæðið og til dæmis að fókusa á ákveðna minni punkta. Míniband, mjög mikilvægt að eiga til að virka til dæmis mjaðmasvæðið allt og hægt að gera hina þessa útfærslu þótt þessi klassíska æfing sé að labba til hliðar en passa þá stöðuna en það er ýmsar aðra útfærslu sem getur gert með mínibandinu jafnvel líka fyrir upper body þannig að þetta er mjög gott til að nota sem uppbytunartæki og líka sem getur verið inn í fillerum eða einhvers konar litlum æfingum á meðan æfingunni stendur. Að lokum myndi ég alltaf hafa eina svona litla teygjur með mér til dæmis til að framkvæma einhvers konar pull-up-æfingar eða bara í uppbytunaræfingum til að losa til dæmis axlir og hitt og þetta þannig að það er mjög gott að hafa þessa því hún nýtist í ansi margt. Þetta eru þau atriði sem ég myndi alltaf henda niður í tösku áður en ég færi í ræktina til að hafa allt til að ná góður í uppbytun og jafnvel líka ef mér vantar ákveðin til dæmis tæki og tól í ræktina og ofta hægt að gera æfingar erfiðar og skemmtileg með að nota einhvers konar útfærslegar teygjaæfingu. Ég vona að þið fengið fína innsýn á þetta. Takk fyrir mig, við sjáumst. Gott, svo liðin. Sest eins djúpt og kemst. Þetta er góð. Alltaf hendur mjög. Og byrja. Þannig að alveg beina fætur, hendur gólfið. Þú maður lyfta sem sagt upp fætinum án þess að hinn. Ok, aftur niður. Svo hinn gólfið bara. Lyfta þessi fætur á loftið. Það þarf ekki mjóbakið. Ég ætla að íta niður og þú ítir fætinum upp mótið þessi fast á líf. Það er svona til góðið. Og íta upp, íta upp. Bætti þið samt. Hratt upp á niður. Hlakka til að sýna ykkur áfram bak við tjöldin. Mér finnst mjög gaman að halda þessu vlogg þáttum gangandi. Ég vona að þið njótið þeirra líka og finnist áhugavert að sjá hvað er að gerast bak við tjöldin hjá okkur.